Húsakostur Listasafnsins á Akureyri mun taka miklum breytingum á næstu 2 árum. Byggð verður tengibygging milli aðalsalar safnsins og ketilhússins og þá fær safnið til afnota efstu hæð mjólkursamlagshússins. Með þessu ætti Listasafnið á Akureyri að vera betur í stakk búið til að standa fyrir sýningum og rækja hlutverk sitt á sviði sjónlistar og hönnunar. Hlynur, ef við tökum fyrst efstu hæðina sem við standir á núna, hér bara mikið rými. Mikið pláss og það sem munar mest þetta lofthæðin. Það er frábært að fá svona góða lofthæð og það hefur háð okkur dálítið á Listasafninu að það er ekki mjög hátt til loft á neðri hæðinni en hér fáum við þetta fína rými, stóra sali með fallegum gluggum og útsýni á kirkjuna og í raun og veru eru þessi salir alveg bara frábærir fyrir myndlistarsýningar. En þessar breytingar allar, þetta er eitthvað sem að margir hafa talað fyrir í mörg herrans ár. Já, í raun og veru allt frá árinu 1993, þegar Listasafnið er stofnað hérna á Akureyri, þá var horft til þess að þetta hús og þessi hæð sem við erum á núna, væri einmitt húsnæði sem myndi henta fyrir safnið, en þá var sem sagt bara brauðgerðin en þá hérna í fullum gangi og hér var bara verið að baka rúgbrauð á mánudögum og svo framvegis og var hugsað að þegar að brauðvélarnar myndu bara ganga úr sér, þá myndi safnið flytja hingað upp. En það hefur tekið dálítið langan tíma, en það er þess virði að bíða eftir því, vegna þess að nú sjáum við fyrir endan á því og það verður spennandi að geta opnað hérna nýja sýningarsali. Það eru svona 10 til 15 metrar á milli ketilhússins og Listasafnsins. Viðbyggingin, hún hlýtur að skipta ykkur miklu máli. Já, hún skiptir miklu máli. Bæði af því að þetta verður svona nýr inngangur í safnið. Núna er inngangurinn svona dálítið þröngur. Maður byrjar á að labba upp svona stigahús. En þarna kemur svona mjög svona opinn inngangur. Það verður tekin hluti af einu gólfinu, þannig að það fæst betri lofthæð. Þar verður svona móttaka og mjög mikilvægt að þá er líka móttaka í allt safnið á einum stað, þar sem allir koma inn, líka fatlaðir og þeir sem eru með barnavagna og svo framvegis. Núna hafa fatlaðir þurft að koma inn bakdyra inngang sem eru alls ekki æskilegt. En þannig að þetta verður svona gjörbyltingu líka í aðgengi fyrir almenning, allan almenning. Og í þessari viðbyggingu verður líka sem sagt kaffihús og það er gaman að geta sest niður og fengið sér kaffi með vinum eftir að vera búin að skoða sýningar og fara síðan kannski aftur og að skoða og svona lítil safnbúð þarna í þessari viðbyggingu á jarðhæðinni og það verður hægt að labba þá beint yfir í ketilhúsið og á annarri hæð viðbyggingarinnar er síðan beinn gangur af brúnni í ketilhúsinu inn í þennan sal sem við stöndum í núna, sem er svona gamli austursalurinn og þennan sal sjáum við fyrir okkur fyrir svona stöðuga sýningu, sem sagt á verkum í eigu safnsins. Og það er líka mjög mikilvægt, bæði upp á safnkennslu og líka bara fyrir bæjarbúa að geta gengið að svona nokkrum lykilverkum í eigu safnsins. Bara það að fá veitingaaðstöðu, það skiptir miklu máli og eykur væntanlega aðsóknina. Algjörlega, bæði það að þá bara eykst líka lífið í götunni og í safninu. Það er gaman að geta komið og fengið sér kaffi og kíkt í listaverkabækur eða blöð og það svona bara fjölgar þeim sem koma hingað, þannig að Listasafnið verði líka svona staður sem mann langar til að dvelja á, stoppa við, bjóða vinum, hitta vini og kunningja og svo framvegis. Þetta verði svona punktur í miðbænum þar sem gott er að hittast á. Er búið að verðmeta pakkan? Já, allar þessar breytingar eiga að kosta eitthvað 400 milljónir og þar inni eru það endurbætur á húsinu sem að þurfti hvort sem að fara í. Húsið er til dæmis ekkert einangrað en nú þarf að einangra það, þarf að laga gluggana, hluta til einfalt gler hérna. Þannig að hluta til þetta kostnaður sem hefði bara komið til hvaða starfsemi sem hefði valist í húsið. En síðan þetta líka svona sérhæfður kostnaður eins og í öryggiskerfi og myndavélakerfi og loftræstingu sem heldur sama rakastiginu og svo framvegis. Allt svona sem fylgir Listasafni. Það stefnt að því að klára þessar framkvæmdir
svona á miðju ári 2018, sérðu fyrir þér að þegar að verður búið að taka til notkun að það verður talað síðan eftir það fyrir og eftir breytingar? Já, mér finnst það mjög líklegt. Ég held að þetta verður algjör bylting í starfseminni hérna. Þannig að ég held að það mun alveg skiptast í tímabil, sem sagt 25 ára tímabil áður en að safnið varð stækkað og virkilega að veruleika, og ég held að það hafi jákvæð áhrif líka sem sagt út í samfélagið, að bæjarbúar geti verið ennþá stoltari af safninu sínu og að ferðamenn muni sækja hingað í auknum mæli, bæði innlendir og erlendir, og líka bara starfsemin í gilinu muni, af því að hér í þessu húsi verður líka, það er líka gert ráð fyrir húsnæði fyrir listamannarekin rými, vinnustofur og sýningarsali, og allt það er líka mikilvægt, að grasrótin hafi líka svona beinan aðgang að safninu og sé þáttakandi í þessari flóru, og ég held að það verður bara mikið lyftistöng fyrir bæjarfélagið í heild. Þannig að listagilið, það kemur til með að standa undir nafni? Já, algjörlega, og það er mjög mikilvægt að öll þessi starfsemi sé hér hlið við hlið og að hún fái að blómstra og dafna. Það er mjög mikilvægt bara fyrir menningarstarfsemi í bænum.